Sæll Gummi. Sæll. Hvað segirðu gott? Bara gott. Var allt ónýtt hjá þér eða? Já, nei. Þetta er nú torfæri bíl. Já, ég meina, það vantar vél, hásingu, skiptingu, millikassa. Já, það er bara stólinn. Já, þetta, tókum eftir því að hásingin hjá okkur var bogin eins og banani. Þannig að Framhásingin sem sagt. Já, framhásingin. Þannig að við rifum hana undan og erum að rétta hana. Hún er á réttingaverkstæði. Þannig að, já, og síðan tókum við skiptingun úr út af því að við ætluðum að reyna að finna út í fyrir fullt og allt af hverju hún var alltaf að bara sjóða upp úr. Hitavandamálið? Já, það hefur búið að vera hitavandamál bara síðan á hellu í ár. Þið gerðuð eitthvað út í Ameríku með það, manni? Já og nei, við tókum við keyptum nýja skiptingu sem við fengum út Já. Og við rifum allt innan úr henni, allt innvolsið og settum í gömlu skiptinguna. Aðalega út af því að output shaftið var vitlaust. Það var 28 rellu og við erum með 31 að tökja eða eitthvað, ég man það ekki alveg. En já, þannig að við rifum allt úr nýju skiptingunum, settum í gömlu og þá var þetta í lagi en við vorum mikið að hella vatni á hana og halda henni kaldri þannig að það hefur sannlega verið það. Það var hitavandamál líka úti hjá okkur. Já. Því maður sögðu mig frá þess að þið voru úti hvað þið lenti veisinu þið lendi í. Já, og þannig að já, við ætlum að fara í það loksins. Hann heldur, Ásgeir, að hann viti hvað er loksins. Ég ætla ekki eins og þykjast vita hvað er í nýjum skiptingum. Nei, það er gott, ég ætla ekki að reyna að ámála því. Nei, það er einhver stimpill eða eitthvað sem hann heldur að hafi verið að halda þrýsting, sem sagt. Nei, veistu, ég ætla ekki að reyna að útskýra það, en það var alltaf eitthvað. Hann segist vita það, hann kemur ljós og trúi. Ég treysti strákur málið, Ok. Já, og síðan vélinn, við tókum hann upp úr og ætlum að fara í mótorlegur og svona. Mótorinn sem var í þessu, það var líka í gamla bílum, eða ekki? Jú, og sá mótor hefur ekki verið tekinn upp síðan bara 2019 frá því að hann var smíðaður, eða sem sagt ekki verið opnaður og skoðaður, en við hefur bara gengið vel í 4 sísón, Já, ok. Þannig að það er komið tíma á hann? Já, komið tíma á hann. Og já, en allt annað er í lagi. En af hverju er stóllinn farin úr hjá þér? Já, tölvan, ég sést með tölvuna á bakvið stólinn hjá mér, þannig ég reif stólinn út og Til að komast í rafmagnið? Já, til að komast í tölvuna. Hún er ónýtt óskiljanlega, það skilur enginn sérfræðingur af hverju hún er biluð. Ég get lesið af henni og fengið gögn af henni, en ég get ekki sendt neitt á hana. Já, ok. Gott að... Þú segir þetta hálf hlæjandi? Já, það bara verið gaman að fá skítakommentin yfir það, hvað þetta mun aldrei virka og hvað þetta er heimskulegt. Þegar sittað viðtalinn og loka fyrir komment? Nei, það er gaman að lesa það, Síðan mun ég screenshot á það allt og síðan á tímabilinu þegar ég skýta ekki upp á bak, þá mun ég posta því á síðun okkar, og hlæja að þeim. Ég heyrði það hvað hann sagði, hann ætlar ekki að skýta upp á bak. Nei, það bara kom hugmynd í fyrra, þegar við vorum að smíða bílinn, Já, í rauninni bara þegar við vorum að smíða bílinn, út af því að við höfum verið alltaf lengst að eftir með beygjur. Við höfum bara verið með venjulega Dana 60 hásingu og öxla og allt bara standard, þannig að það er... Þú ekki verið með svo overbeygjur? Nei, ekki neitt, þannig að ég hef alltaf beygt langminnst af flótanum, þannig að það hefur vorum að spá í hvað við ættum að gera til að það er alltaf hægt að fara, alltaf hægt að fara alla leið í overbeygina með RCVF, tvöfölduliði og allt þetta dót, en það er alltaf fokdýrt og þannig að það er hægt að fara milliveginn og fara í einhverja Super 60 öxla og eitthvað sama þar, ég þekki það ekki, þannig ég ætla ekki að þora að tala um það, en já, og síðan alltaf kom það bara upp að það er hægt að fara í beygjun aftan og mér finnst það bara skemmtilegast, Hljómar spennandi sem? Já, hljómar bara spennandi, þannig að, og þetta er nú bara leiktæki, þannig að af hverju ekki að hafa gaman að því. Nákvæmlega það.
En veistu hvað hann er þungur? Bíllinn? 1330 kíló án bodýhlífa. Þannig að með sem sagt, já, með, ég held að, já, það var með bara öllu og Á bara réttum ekki dekkjum? bodýinu. Nei, já, ekki á dekkjunum að vísu, bara á litlu hérna, Á skurðarskífum? já, skurðarskífum, það var 1330. 1330, ok. Þannig að hann er alveg miklu léttari en við bjögum þið, sko. Já, virkar ekki að horfa á hann að hann virki ekki léttur, sko. Nei, það er nefnilega málið, sko. Virkar hann eins og hrúkur? Og sérstaklega líka út af því að öll rörin í bílnum eru sko þykkari en þau þurfa að vera. Þannig að sem sagt, að vísu í aðalbógunum þar er það sko það sem það á að vera en eins og hérna framan í húddinu. Þar má þetta vera sem sagt, miklu grennra en þetta er þykkara efni. Leiðilega að beygja það, þannig að betra að vera með þykkara efni í og líka aftan, þannig að þú veist, það eru slatt af auka kílóum líka, sko, þannig að það er eiginlega að koma okkur óvart hvað hann var léttur, sko. Þannig að hann á ekkert að fremma ögrun? Nei, hann er alveg... En þyngist hann ekki hjá þau að fara í beygjur aftan? Jó, örlítið, en ég held að það verði ekkert, það verði ekki mega þynging, sko. Þetta er náttúrulega, þetta er bara Dana 60 housing, bara sama, en hann náttúrulega koma á það, hérna, auka liðhúsin og þetta, þannig að þú veist. Er hún komin í smíði? Já, hún er hjá afa, hérna, hann ætlar að græja þetta og hérna, hann er eitthvað að byrja að kíkja á það. Þannig að þú verður væntanlega með hana komin undir kortir í keppni og getur ekkert eftir? Nei, aldrei. Torfæri menn virka ekki svoleið, það er bara, við erum alltaf svo vel tímasettir og skipulagðir á undan áætlun, þannig að við ætlum að fara út að testa bara í mars. Þannig að ég var að tala við hennan nágrannaðinn áðan og hann var akkúrat á annarri skoðun. Já. Með sín sko. Já, það er hann. Já. En nei, ég vona svo sem að við getum, sko, það sem skiptir náttúrulega svo miklu máli með beygjur aftan er að læra inn á þetta, sko. Þannig að vonandi að við verðum allavega farnir að geta prófað í apríl, sko. Já. En ertu að pæli að vera með joystick eða ætlar að vera með... Já, það er svo sem bara spurning með útfærsluna á því núna. Ég hef búinn að hafa samband við hérna, hann heitir Stasworks út í Ameríku, sami og græjaði fyrir hann hérna Gest á Draumnum. En það er einhver erfiðleikar að ná í hann núna, hann svarar mér ekki. En ef það fer ekki í gegn þá þá ætla ég að reyna að skoða forrita bara tölvu í það sjálfur. Þannig að Gunnar Pálmi hérna, þegar ég talaði um hvað, 2020 held ég, þá er hann myndið að pæla í fjórhjólastýri, að vara að pæla í því. Já. Og við erum þetta tengt inn í tölvuna þannig að x-hraða þá læsist það. Já, dettið það út. Og þegar hann komið niður fyrir x-hraða þá virkar þetta og beygir bara ákveðna gráður. Ég veit. Það er svona, þú veist, já, það er í rauninni bara, þú veist, hvað þér finnst vera þægilega sennilega. Þetta er einu hugmynd. Fyrir mér meikar það senn, sko, ég held að mér líður best með að vera með bara joystick, sko. Já. Og málið er náttúrulega að maður notar þetta aldrei í, sko, brekkum, þannig að það er eiginlega svo sem alveg sama hvernig maður útfærir það er alltaf sama virknin á því, sko. Eins og með þetta, ef þetta er inn á stýrinu, sko, þá náttúrulega, maður er bara að nota þetta einhvers staðar á milli hliða og eitthvað svoleiðis til að koma sér betur inn og eitthvað svoleiðis. Maður er aldrei að nota þetta í fullu botni upp brekku, sko. Það er hljómið ekki vel að gera það? Nei, ég held nú að Gestir hafi reynt það fór ekki vel. En það er bara, ég held að það fari bara eftir því hvað menn vilja að kjósa, sko. Nákvæmlega. En herðu, þakka kærlega fyrir. Yes. Og við kíkjum til þín í mars þegar þú fara að prófa. Já, geggjað. Takk.